Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Við enduðum síðasta lestur á því að fjalla erfiðleika og baráttu sem kristinn maður getur átt í. Næsta undirfyrirsögn heitir Styrkjum bræður okkar. Nýfrelsaður maður hegðar sér oft eins og hann hegðaði sér þegar hann var syndari. Hann syrgir þetta, já hann getur orðið svo örvæntingafullur að honum finnst hann vera fráfallinn. Þannig var Pétur strax eftir að hann hafði játað trú sína með mikilli djörfung og undirstrikað að hann myndi heldur deyja en afneita drottni sínum. En Jesús vissi betur. Þess vegna var honum mikið í mun að uppörva Pétur svo að hann lægi ekki áfram og gréti yfir stjórnlausum huga sínum. Fyrst kom hann Pétri í skilningu að Satan væri úti eftir honum. Ég hefi beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Jesús vissi vel að gamlar hugmyndir eiga djúpa rætur í huga okkar og þegar skyndilegar freistingar koma verða viðbrögð okkar oft þau sömu og áður. Vegna vanþekkingar okkar á Guðs orði gerum við mistök, við segjum og gerum hluti sem hryggja and okkar og fá okkur til að efast að við séum Guðs börn. Þess vegna er Jesús fyrirbiðjandi okkar. Hann sér til þess að við glötum ekki trúnni og verðum undir, heldur rísum upp aftur og lærum það af fallinu að við getum styrt bræður okkar við svipaðar kringumstæður. Við getum gert þetta vegna þess að Biblían segir að Jesús lifi fyrir okkur sem talsmaður okkar, sem verjandi okkar, því orðið verjandi þýðir sá sem stendur við hlið okkar og talar máli okkar. Bréf Jóhannesar er skrifuð til barna Guðs. Í öðrum kaflanum segir Jóhannes þetta skrifi yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist hinn réttláta, hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir. Rétt áður segir hann, ef ég játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Sá sem er með okkur í sáttmálanum er trúfastur, meira að segja eftir að við höfum verið trúlaus og syndgað. En þessi forréttindi eru háð einu skilyrði. Hann getur ekki verið verjandi okkar ef við játum ekki syndir vorar í iðrun. Rétt áður sagði hann, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Sá sem er með okkur í sáttmálanum er trúfastur meira að segja eftir að við höfum verið trúlaus og syndgað, en þessi forréttindi eru háð einu skilyrði, hann getur ekki verið verjandi okkar ef við játum ekki syndir okkar í iðrun. Engin kristinn maður ætti því að umbera brotið samfélag við Guð í lengri tíma en það tekur að játa og biðja fyrirgefningu. Guð gleymir því sem hann fyrirgefur. Það er ekki til lengur. Látið því ekki ákærandan nota syndir og mistök til fordæmingar og uppgjafar. Reiknið með verjandanum innan blóðsáttmálans. Hann fær föðurinn til að segja, ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Eins og stendur í Hebreabréfinu 8:12. Treystu ábyrgðarmanni þínum. Við skulum hafa í huga að sá sem er í sáttmálanum með okkur, lifir fyrir okkur sem ábyrgðarmaður okkar. Það merkir það sama og forráðamaður. Í Hebreabréfinu 7:22 er því einmitt haldið fram að nýji sáttmálinn sé betri því að hann hafi Jesú sem ábyrgðarmann. Það er eitthvað gífurlega stórt. Hver og einn sem hefur þurft á ábyrgðarmanni að halda skilur verðmæti þess að hafa Jesú sem ábyrgðarmann fyrir hinu eilífa lífi. Við jarðneskar kringumstæður okkar getur verið nógu erfitt að vinna nafni sínu traust í bankanum ef maður á ekkert. Það er ekki svo auðvelt að fá trúbræður til að ganga í ábyrgð. Við höfum fyrir löngu tapað tilfinningunni sem fylgir því að vera í sama blóðsáttmála. Í gamla sáttmálanum var æðsti presturinn ábyrgðarmaður fólksins frammi fyrir drottni. Ef hann gætti ekki embætti síns, höfðu blóðfórnirnar engin áhrif. Fólki var þá án verndar og ofurselt fursta þessa heims og harðstjóra.
Í nýja sáttmálanum eigum við trúfastan æðstaprest sem ábyrgðamann okkar frammi fyrir Guði. Staða okkar hjá föðurnum er örugg. Nýji sáttmálinn á öryggi sitt í eilífum loforðum. Jesús hefur sagt, enginn skal slíta það úr hendi minni, ég og faðirinn erum eitt. En til að við getum fundið öryggið er mikilvægt að við kynnum okkur loforðin svo að við vitum hvað tilheyrir okkur í Kristi. Þegar við breytum eftir loforðum hans út frá þekkingu á þeim, heiðrum við soninn og gleðjum föðurinn. Kynnið ykkur loforðin í Biblíunni og gangið djörf fram fyrir hásætið með þakkargjörð á þeim grunni sem blóðsáttmálinn veitir. Þakkargjörð er merki að þú treystir ábyrgðamanni þínum. Snúðu þér síðan að ákærandanum og segðu, ég er það sem Drottinn segir að ég sé, ég get allt sem Drottinn segir að ég geti, allt megnar sá sem hefur Jesú sem ábyrgðamann sinn. Já, við höfum verið að fjallum þessa stórkostlegu stöðu sem við höfum frammi fyrir föðurnum vegna þess sem Jesús hefur gert. Staða okkar hjá föðurnum er örugg, við höfum ábyrgðamann okkar frammi fyrir Guði. Og þegar við föllum þá fyrirgefur hann okkur syndirnar og við hreinsumst og erum endurreist og getum lært af þessu og orðið öðrum til hjálpar þegar þeir falla. Í næsta kafla þá ætlum við að fjallum umskurnina sem var tákn þess sáttmála sem Ísraelsmenn áttu við Guð í gamla sáttmálanum og umskurn hjartans í nýja sáttmálanum. Við heyrumst þá eftir viku. Þakka ykkur fyrir í dag. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Livets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.